Halleluja. Dýr sé þér, Jesús. Mér langaði í dag, ég er búin að vera að hugleiða svo mikið úti hvað við erum blessuð að búa á landi þar sem að við fáum að lyfta upp nafni Jesú og við höfum frelsi. Og það er nefnilega svolítið þannig að við tökum frelsið sem sjálfgefnum hlut. En vinir, það er ekki sjálfsagt mál að geta bara gengið inn í kirkju eins og þessa og verið frjálst til að lofa Guð eins og við viljum lofa Guð, eins og hann hefur lagt á okkar hjarta að gera. Og það eru mjög margir í þessum heimi sem búi ekki við sama munað. Og líka þetta sem að Gunnar minn kom inn á, það er frelsið, það er náðarverkið sem að Guð gaf okkur. Og þannig að Guð er góður. Og það er svo gott að fara stundum burt bara til þess að átta sig á, þú veist, maður horfir einhvern veginn fjarlæðingir í fjöllin blá og allt það. Það er eitthvað við fjarlæðina sem að færa okkur til þess að skilja það hvað við erum gríðarlega lánsöm. Það sem ég vil tala í dag eru lyklar til þess að við getum tilenga okkur, til þess að lifa lífi sem er í gnægð. Þannig að við lifum sigrandi lífi. Og ég veit ekki með ykkur en mér finnst of mikið það kirkjan er einhvern veginn, hún er svo mikið búin að vera í vörn, hún þarf að snúa vörn í sókn. Hún þarf að átta sig á hvað hún á mikið í Kristi. Og vinir, þangað til við áttum okkur á því að við getum lifað alla daga sigrandi lífi alveg sama hvaða kringustæður koma í veg okkar. Að þá förum við að hugsa hlutina öðruvísi og við förum að svífa yfir kringumstæður okkar í staðin fyrir að fara undir þær og vera einhvers konar fórnarlögum kringumstæðanna. Því að það er ekki Guðs vilji fyrir okkur. Þannig að mér langar að gefa ykkur þessa lykla og þeir vera allir út frá 1. Korinthubréfi 16:13. En þar stendur, vakið standið stöðug í trúnni, verið hugdjörf og styrk, auðsinni kærleika í öllu sem þið gerið. Og það eru nokkrir lyklar sem ég vil fara í hér í dag og við byrjum á því að vaka. Það er mjög oft sagt vakið og biðjið eða vakið. Og af hverju og til hvers þurfum við að vaka? Jú, þetta er ekki beint að vera vakandi, heldur að vera viðbúin, að vera tilbúin. Það er það sem að Biblían, það er það sem að grunnþýðingin þýðir. Þetta er í rauninni hernaðarlegt hugtak. Og þegar við vorum á Kríta þá sáum við alveg rosalega flottar svona byggingu upp á kletti og það var virki sem hafði verið búið til fyrir mörgum öldum síðan sem gaf þeim ákveðið tækifæri að sjá óvininn frá löngum, þið veitir, langt áður en hann kom að dyrum þeirra. Þá gátu þeir séð og það er það sem orð Guðs kennir okkur. Við eigum að vera vakandi vinir. Við eigum að vera vakandi og við eigum að vera biðjandi. Við eigum ekki að vera bara að fljóta með einhvern veginn vatninu hversin það fer. Nei, við eigum að vera svo laxinn sem fer upp í móti, Og við eigum ekki að láta þennan anda þessa heims vera ríkjandi í hugum okkar að hjarta. Það er ekki vilji Guðs. Þannig að Guð kennir okkur að vaka. Við eigum að vaka og fyrir hverju eigum að vaka. Og það er fernt sem að Biblían talar að við þurfum að vera vakandi fyrir. Númer 1, við þurfum að vera vakandi fyrir óvininum. Margir átta sig ekki á að við þurfum að standa gegn óvininum og þá mun hann flýja. Ekki leyfa óvininum bara að valta yfir ykkur með skítum skónum. Við höfum að standa gegn honum og þá mun hann flýja. Má ég heyra með? Þannig að það stendur hérna í 1. Pétursbrefi 5:8. Verið algáð. Verið algáð, það þýðir verið vakandi, vakið, óvinurinn ykkar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Og athugið, hann þarf að leita að þeim sem hann getur tortímt. Það þýðir að hann getur ekki tortímt hverjum sem er. Hann leitar að þeim sem hann getur tortímt.
Og mér langar að gefa ykkur 2 lykla í þessu samhengi. Þegar við erum vulnerable, þegar við erum viðkvæm, það það á 2 stöðum sérstaklega í líf okkar. Við erum viðkvæm strax eftir stóran sigur. Og þetta kannski hljómar mjög einkennilega. Strax eftir stóran sigur þá kemur ákveðin léttir og það kemur ákveðin kæruleysi og allt í einu getur óvinnurinn komið að og bara gert og hrært upp í hjarta okkar ótta jafnvel og kvíða og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég vil nefna dæmi í þessu samhengi. Munið eftir Elía þegar hann var búinn að vinna, þið veitir, 450 Baalsspámenn og eldurinn kom niður og kveikti í fórninni. Og allur Ísrael, þeir sneru sig til Guðs og þau sögðu við munum þjóna Guði sem trúr og réttlátur. Þeir gáfu sig undir Guðs voldugu hönd. Við munum eftir þessu og þetta var stór sigur. Þetta var stór sigur því að allur Ísraels menn þau gjörðu iðrun og sneru baki frá sínum vondu vegum. En hvað gerist næst? Elía fer bara í panik. Hann fer bara algjörlega í panik, hann fer í þunglindi. Hann upplifði kvíða, hann upplifði ótta. Hann var hræddur við Jezebel. Eina konu, hann fór á móti 450 Baalsspámönnum, hann var búinn að vinna stórkostlegan sigur. En vinir eftir sigur að þá kemur reynsla. Og vinir þá svo mikilvægt að klæða sig í alvæpni Guðs. Þannig að við fáum staðist á henni vonda degi. Halleluja. Þannig að það sem hann gerir í rauninni þetta. Hann fer að verða, þið veitir, passasamur. Hann leyfir sér til dæmis ekki að hvílast. Og vinni, það svo mikilvægt að þegar við erum búin að upplifa sigurinn, það nefnilega hættulegast í rauninni að vera upp á fjallsbrúninni. Af hverju það? Því á fjallsbrúninni þá höldum við þetta sé okkur að þakka. Þá þurfum við allt í einu að vera bara, þið vitið, ekki hafa miklar áhyggjur, ég ætla ekki að biðja eitthvað rosalega mikið eða leita Guðs, mér líður svo vel. En vinni, það akkurat þá sem óvinnurinn kemur inn og hann getur jafnvel búið til kringumstæður og leiðindi í lífið þínu og hann getur allt í einu lamað þig með ótta. Þannig að númer 1, passið ykkur á eftir sigra, að vera trúföst, að girða ykkur af að klæðast alvæpni Guðs. Þannig að við fáum staðið á hennu vonda degi. Má ég heyra amen. Halleluja. Í öðru lagi, vinir, þá hefur óvinnurinn alveg sérstaklega komin í líf okkar þegar við erum þreytt. Halleluja, má ég heyra amen. Það nú bara þannig að við þurfum öll á hvíld að halda. Vinir, hvíld gefin frá Guði, hvíldadagurinn fyrir okkur. Hann fyrir okkur. Og vinir, þegar við erum búin að vinna mikið þá mikilvægt að hvíla til þess að endurnýja orku í líkamanum. Og við getum líka horft til Elía á þessum sama stað eftir það sem að gerðist á fjallinu Karmel. Og þá var hann búinn að anda sál og líkama. Hann var búinn á því. Hann gaf allt sem hann átti í verkefnið sem Guð hafi lagt í fangans. Og vinir, eftir svona átök, andleg átök, þá mikilvægt að við hvílumst og við leyfum Guði að eiga við líf okkur og fylla á tankinn okkar. Má ég heyra amen? Vinir, takiði aldrei mikilvæga lífsmótandi ákvörðun þegar þið eru þreytt. Takiði aldrei lífsmótandi ákvörðun þegar þið eru svöng. Þetta var til Gunnars. Hann verið mjög krankið þegar hann svangur. Og það sem ég að segja, við þurfum að nærast, við þurfum hvíld. Við þurfum að vera í balans til þess að við náum að fara í gegn óvinnum. Þetta hvíldardagurinn okkur gefin. Þannig að það sem ég og Alli og fjölskyldan vorum að gera út bara biblíulegt. Það mikilvægt að taka frá tíma til þess að hvílast og endurnærast. En á þeim tíma ekki fjarlægast Guð. Haltu áfram að biðja, haltu áfram að lesa, haltu áfram að lyfta upp nafni Drottins. Lofaðu Guð í öllum kringumstæðum. Og sérstaklega þegar þú ert einn.
sérstaklega þegar þið líður ekki þannig. Og það hefur bæði með gleðistundir og líka erfiðastundir. Lofaðu Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn alla daga. Má ég heyra amen. Þannig að við þurfum að vera vakandi fyrir óvinnum og hann ræðst á okkur þegar við erum þreytt og líka eins og ég talaði áðan þegar okkur líður ekki vel. Það er nú bara þannig. Númer 2, við eigum að vera vakandi fyrir úlfunum. Það er annar staður í Biblíunni sem að Biblían talar svo skýrt til okkar, við eigum að vera vakandi. Sérstaklega þeir sem eru stólpar í ríki Guðs, við þurfum að vera vakandi fyrir úlfunum. Hvað meina ég með því? Förum í Postulasögunni 20:28 og það stendur svo: hafi gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilagur andi fól ykkur til umsjónar. Verði hirðar kirkju Guðs sem hann hefur aflað sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar, og þetta vargar þýðir í rauninu úlfar. Skæðir úlfar munu koma inn á ykkur þegar ég er farin og eigið þyrma hjörðinni. Og úr hópi allra ykkar munu koma menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveina á eftir sér. Hugsa ykkur hvað þetta er mikilvægt. Við þurfum að vaka eftir úlfunum. Og leiðilegt að segja það, vinir, í kristilegu samhengi þá er frábært fólk. Það er líka fólk sem að læðist inn á meðal okkar sem eru bara hreinlega úlfar. Og vinir, við berum ábyrgð frammi fyrir Guði, ekki bara fyrir okkur, heldur líka fyrir systkinum okkar. Við þurfum að vara okkur á úlfunum. Og ef við sjáum að úlfur er að ná tökum á einhverju mannesku í kirkjunni, að þá erum við að hrífa manneskuna til okkar. Við erum að umvefja manneskuna. Við þurfum að vara okkur á úlfunum. Og úlfarnir, þeir passa ekki hjörðina. Þeir reyna að ná taki á hjörðinni. Úlfarnir gera líka eitt, þeir snúa sannleikanum sér í hag. Hafið þið þekkt fólk sem að snýr sannleikanum sér í hag? Allt í einu kemur einhver nýr sannleikur, það er minn sannleikur og þinn sannleikur og sannleikurinn er allt í einu orðin eitthvað afstæður. Ég þekki nokkra svoleiðis. Og vinir, það sem við þurfum að passa okkur á er að sannleikur Guðs er sannleikur Guðs og við gefum ekki afslátt að sannleika Guðs. Má ég heyra amen? Þannig að þegar úlfarnir koma, ekki láta þá leið okkur í villu. Og pössum okkur, vinir, því að við eigum að gæta bak hvors annars. Það er það sem við eigum að gera. Við eigum að gæta hvors annars. Og við eigum að gæta hjörðina frá úlfunum. Það er mjög biblíulegt. Halleluja. Má ég heyra amen? Það sem að úlfurinn gerir líka er að hann einangrar hjörðina eða litla lambið frá samfélaginu. Ég veit ekki hversu oft ég sé það að fólk hefur móðgast yfir einhverjum rosalega litlum hlut og það er búið til eitthvað úr því sem er alveg miklu, miklu meira og allt í einu kemur svona eins og skemmt. Og viðkomandi fer frá, hann er einn í móðgun einhver staðar út af því einhver úlfur hefur haft áhrif á hann. Vörum okkur á því. Pössum það að venda hjart okkar. Pössum hjart okkar því að þaðan er uppspretta lífsins. Hún kemur úr hjartanu. Þannig við leifum engri móðgun að eiga sér stað í hjartan okkar. Má ég heyra amen? Halleluja. Númer 3, við eigum að vaka eftir hvort öðru. Við eigum að vaka eftir hvort öðru. Af hverju, vinir, því að óvinnurinn gengur og hann er ekki bara að reyna að hafa áhrif á þig, hann er að reyna að hafa áhrif á fólk Guðs. Við eigum að vaka eftir hvort öðru. Og ef við sjáum, vinir, að fólk er allt í einu hætt að mæta í kirkjuna, þá setjum við ekki bara hjá, við hringjum í viðkomandi, við hvetjum viðkomandi. Og við stöndum í skarðinu fyrir þeim sem að eiga ekki málsvara. Má ég heyra amen? Og það er svo mikilvægt, vinir, út af því að það fullkomnast kærleikur Guðs þegar við elskum Jesú og við elskum náungan eins og sjálf okkur.
Við eigum að elska hvort annað og við eigum að passa bak hvors annars. Halleluja. Og í Efesus 6:18 þá stendur svo: gerið það með bæn, beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul, sem í rauninni bara vakandi. Verið árvökul og stöðug í bæn fyrir hinum heilugu. Og þess vegna held ég að óvinurinn ráðist á bænina, því að við eigum að vera föst grundvölluð í bæn og við eigum að biðja fyrir hvort öðru. Ég á að biðja fyrir Jóhannu, Gunnu, öllum sem hérna inni. Ég á að biðja fyrir ykkur öllum og þið eigið að biðja fyrir öllum. Og þannig umvefjum við hvort annað og við göngum gönguna saman. Halleluja. Þannig að við ætlum að vaka eftir hvort öðru. Við höfum að gæta bak þeirra. Númer 4, þá höfum að vaka eftir endurkomu Drottins. Vinir, við eigum að vaka eftir endurkomu Drottins. Og það stendur í Mattheus 24, vakið því. Þér vitið eigi hvað dag Drottinn yðar kemur. Það skilji þér á húsráðandi vakti og léti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúin því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Af hverju? Þýðir þetta við að vera vakandi alla nætur? Nei, þetta þýðir verið tilbúin. Það hafði að vera vakandi eins og ég sagði áðan, þetta hernaðarlegt. Verum tilbúin. Við erum tilbúin á hverjum einasta degi. Hvernig gerum við það? Með því að helga okkur í orðinu. Með því að helga okkur í bæn til Drottins. Að við leyfum Guði að vinna í líf okkar. Og við erum á hverjum einasta degi, ekki bara á sunnudögum. Þá heyrum við orðið. Við heyrum orðið og við lesum orðið á hverjum einasta degi. Má ég heyra amen? Og vinni, það svo mikilvægt sérstaklega þegar maður sér, þið vitið, kristi fólk sem er viðkvæmt á göngunni að stólpa rísi sem að setja rætur sína niður. Og það á ekki að skipta máli hvort sem stormur úti, sól eða blíða. Við eigum að standa. Halleluja. Við eigum að standa í Jesú nafni. Má ég heyra amen? Þannig að númer 4, þá eigum við að vera vakandi fyrir endurkomu Drottins. Við eigum að vera vakandi fyrir óvininum. Við eigum að vera vakandi fyrir úlfunum. Við eigum að vera vakandi fyrir hvort öðru. Og við eigum að vera vakandi fyrir endurkomu Drottins. Nú ætlum ég að fara aftur í Korinthubréfi 16:13 og standir: vakið, standi stöðug í trúnni. Ég ætla að fara í annan lykil sem heitir það að standa stöðug í trúnni. Við lifum á degi þar sem að margir hafa horfið frá hinni heilnæmu kenningu. Við lifum á tímum þar sem er búið að afbaka jafnvel sannleika Guðs. Og við eigum að standa kyrr í trúnni okkar. Við eigum að vita fyrir hvað við stöndum. Má ég heyra amen? Trúin nefnilega kemur að boðunni. Og boðunin byggir á orði Krists. Og reyndar er rétt þýðing, trúin kemur þegar þú heyrir orð Krist. Og vinni, það svo mikilvægt, ekki bara að þekkja orðið, heldur líka að tala orðið út. Og á samkomu eins og þessari, þegar blessað orð flæðir yfir púltið, að við segjum já og amen. Hvað gerir það í hjart okkar? Það kveikir líf í hjart okkar. Það kveikir líf í því sem að Guð vil segja við okkur. Þannig að við svörum orðinu með því að segja já og amen. Og vinni, trúin byggir á boðinu, boðinin byggir á orði Krist. Ef þú ætlar að hafa mikla trú, þá þarf það að vera í orðinu. Það byggir allt á orðinu. Og vinni, ekki bara að hafa orðið í hug okkar, heldur að hafa orðið í hjart okkar. Dýrsi þegar Jesús, Guð vil nefnilega setja orðið frá höfðunni ofan í hjartað. Og vinir, ekki láta óvinnin taka frá ykkur orð Guðs. Óvinnurinn gengur hérna og hann vil taka af þér sannleika Guðs, hann vil taka af þér land.
Og vinir, við þurfum að hætta að gefa honum land. Við þurfum að standa styrk í trúnni. Alveg sama hver fellur við hliðina á okkur, við stöndum. Má ég heyra amen? Halleluja. Og við stöndum ekki bara, við tökum nýlandsvæði. Við ætlum ekki bara að standa, við ætlum að taka land tilbaka sem að óvinnurinn hefur stólið. Til sé Guði. Óvinnurinn búin að ganga hér og stela lands og við ætlum að taka þið tilbaka. Má ég heyra amen? Við ætlum ekki að hleypa honum upp með þetta. Og við þurfum að vera með þannig, við þurfum að hætta að þola það að hann taki landsvæði. Við þurfum að segja stopp. Og vinni, það sem ég fíla fólk sem bara áberandi kristilegt. Það bara á Facebook kristilegt, það í ræktinni kristilegt, það í bónus, við erum alls þar að boða Guðs ríkið. Þannig á líf okkar að vera. Það eiga allir að vita fyrir hvað við stöndum. Við erum að vera bara óþolandi með Guði. Nei, ég segi það nú kannski ekki. Gleðileg með Guði. Hljómar það ekki betra? Já. Þannig að við ætlum að standa stöðug í trúnni. Og mér langar að nefna dæmi. Þið muni eftir Daniel þegar hún var hent í ljónagrefjuna. Það skipti engu máli út að hann var löngu búinn að taka ákvörðun. Hann vissi að Guð myndi vel fyrir sjá. Ef hann átti að deyja þá myndi hann deyja. Þetta var allt í hendi drottins og því líku vitnisburður. Muni eftir Ester frammi fyrir konungnum. Hún þurfti að hafa hugrekki í hjartanu fyrir þjóð sinni. Og við þurfum að hafa hugrekki fyrir þjóð okkar og við þurfum að standa á sannleikanum. Sannleikurinn stóð með okkur. Þegar sannleikurinn fór á krossinn þá stóð sannleikurinn með okkur. Halleluja. Standi stöðug í trúnni, verið hugdjörf og styrk. Í fallinni veröld þá þarf hugrekki til þess að fylgja drottni. Og ég vil vera manneskja með hugrekki. Í Rómverjabréfinu 12. kafla, hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Lykilatriði hér að hegða sér ekki eftir öld þessari. Við ætlum ekki að fara sömu leið og allir aðrir. Við ætlum að taka háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins. Og vinir, hvernig haldið að Davíð hafi liðið frammi fyrir Góliat? Hann þurfti að vera hugrakkur. Hann þurfti að vera hugrakkur. Hugsið ykkur, hefði hann aldrei stigið fram í hugrekki, hvað hefði orðið Ísraels fólk? Þeir hefði verið sigraðir á óvinunum. Og þarna reisir Guð upp lítinn ungan mann sem tilbúinn að standa með sannleikanum. Og vinir, Guð getur unnið bara heilan helling í gegnum einn. En vinir, 1 fellir 1000, 2 10.000. Það sem að gerist þegar við erum í einingu og göngum með drottni og stöndum fast á sannleikans, þá falla margir óvinir. Halleluja, má ég heyra amen. Þannig að við ætlum að vera hugdjörf. Ég þekki dæmi þess á Íslandi, Gunnar Ingi bróðir sagði mig frá því, hann með fólk í söfnum hjá sér sem frá Íran. Hugsið ykkur, það tekur á móti Jesú Krist og ef það fer aftur til Íran þá má búast við að þau verið tekin að lífi. Þetta hugrekki, vinir. Og þeim alveg sama, þau eru búin að taka ákvörðun að fylgja drottni. Og við þurfum að taka líka þessa djúpu ákvörðun að fylgja drottni. Og vinni, jafnvel þótt að við fáum háðsglósur hingað og þangað, það skiptir engu máli. Ég og mitt hús, við munum þjóna drottni. Og ég ætla að segja þetta aftur, ég og mitt hús, við munum þjóna drottni. Við erum búin að taka ákvörðun. Mér alveg sama hvað gerist hérna úti, ég búin að taka ákvörðun og vinir, kirkjan þarf að taka ákvörðun. Ekki láta einhverja raddir eða óvinnin þegar við erum viðkvæm hafa áhrif á okkur. Við ætlum að vera hugdjörf. Og mér langar líka að nefna það í þessu samhengi, þegar við erum hugdjörf, höfum það hugfast. Hann mun aldrei sleppa af þér hendinni.
Hann mun aldrei yfirgefa þig. Hann mun aldrei sleppa þér hendinni, hann mun aldrei yfirgefa þig. Hann með þér allt til enda. Þvílíkur faðir sem við eigum. Þvílíkur blessaður frelsari sem við erum, sem við eigum. Halleluja. Halleluja. Gefum honum aðeins dýrðina hér í dag. Drottinn, við viljum bara þakka þér. Þú hefur sagt að þú munt aldrei sleppa okkur hendinni né yfirgefa okkur. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn, í gegnum allt, að þá hefur þú verið trúr. Þú hefur alltaf verið trúr, Jesús. Og ég bið, Drottinn minn, að við mættum ekki falla í freistni eða vera óupplitsstjörf. Við treystum þér, Drottinn minn, í Jesú heila nafni. Halleluja. Svo stendur, vertu sterkur. Verið hugdjörf og verið styrk. Hvernig verðum við styrk, vinir? Hvað segir Biblían það hvernig við eigum að vera styrk? Með því hafa orð Guðs lifandi í hjartaðinu. Og það stendur í 1. Jóhannesarbrefi 2:14, ég hef ritað yður börn af því að þið þekki föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur. Athugið, þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Og svo stendur í Kólusarbréfinu, láti orð Krists búa með yður í allri auðlegð og speki. Fræðið og áminnið hvort annað, syngi Guði sætleg lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. En spurningin þetta, hvernig fer orðið úr því að vera í kollinum á okkur og í hjartað á okkur? Það fer héðan og héðan í gegnum reynslu og líka eins og Biblían kennir með því að hugleiða orðið. Það svo mikilvægt og ástæðan fyrir því að ég hef brýnt fyrir fólki að passa hvað það setur inn í huga sinn, á hvað þú ert að hlusta. Því að það hefur áhrif á tilfinningar okkur og annað. Ástæðan fyrir því að ég reyna að hlusta svona mikið á lofgjörð út að það kveikir í upplýsingum, það kveikir í þekkingunni. Það hjálpa mér að muna eftir Drottni á öllum vegum mínum. Og hvernig eigum við að gera það? Við tökum orðið og við neytum af því. Við borðum orðið og við leyfum því að taka rót í bæði hug okkur og hjarta. Og hvernig gerum við það? Með því að hugleiða. Með því að hugleiða lögmál hans dag og nótt. Halleluja. Og það stendur í Jósúa, fyrsta kafla 8. vers til 9. vers. Þessi lögbók skal ekki víkja úr munni þínum. Þú skalt hugleiða efni hennar dag og nótt. Svo þú geti gætt þess að fylgja nákvæmlega því sem skráð. Til þess að ná settu marki og þér farnist vel. Svo stendur hérna, hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughröstur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast því að Drottinn Guð með þér hvert sem þú ferð. Halleluja. Hvernig væri að segja amen og eftir þessu? Halleluja. Og að lokum, númer 5, 5. lykilinn, gerði allt í kærleika. Má ég heyra amen? Við eigum að gera allt í kærleika. Og vinir, ef ég á alla þekkingu, ef mér skorti kærleika, þá á ég ekki neitt. Ef ég hef alla visku, og hef alla þekkingu og hef öll ríkidæmi en á ekki kærleika, þá ég engu bættari. Vinni, kærleikur númer 1, 2 og 3. Við þurfum kærleika til þess að binda allt saman. Í Efesus 4:15 við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Og vinir, þegar við tölum í kærleika, setjum okkur í spor hvors annars.
Göngum gönguna saman og verum ekki fljót að dæma því að við höfum öll verið á erfiðum stað. Við sjáum rafmagni sem hérna inni og hugsið ykkur. Það sem að Guð hefur gefið okkur í gegnum rafmagn. Allt sem að gerist hér í dag, öll ljósin, tæknimálin, hljóð og mynd, þetta rafmagn. En vinir rafmagn, ef það ekki innsiglað, þá það hættulegt. Og vinir alveg eins með kærleikan, Guð hefur gefið sannleika sinn, en ef við erum að berja fólk á hausinn með sannleikunum og við stundum ekki kærleika, þá erum við engu bættari. Kærleikurinn þarf að vera alltaf fyrst sem að mætir fólki. Vinir, við þurfum innsigli kærleikans í öllu því sem við gerum. Og vinir, þegar við fáum, þið vitið, á hjartað okkar, gagnvart einhverju fólki, og við viljum nálgast og við sjáum kannski viðkomandi vera að gera eitthvað sem hann á ekki að vera að gera. Nálgumst viðkomandi í kærleika. Og vinir, við höfum í kirkjunni, þá höfum við yfirleitt verið annarkvort öfgafull hérna megin með dóminum eða öfgafull hér að við gleymum því að sannleikur Guðs samt sannleikur Guðs. En vinir, við þurfum að gera allt, við þurfum að tala sannleikan í kærleika. Og vinir, ef við erum þar og við gerum þessa 5 lykla, þá munum við lifa sigrandi lífi. Halleluja. Því hann fullfær. Hann hefur gefið okkur leiðsögnum hvernig við eigum að nálgast hann. Og vinir, við viljum byggja upp heilbrigða kirkju. Við viljum sjá fólk vaxa upp til höfuðsins sem Kristur. Halleluja. Halleluja. Þá held ég láti bara staðan mér hér í dag.